Þannig að ég ætla bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir þar sem þú situr eða liggur. Og ég bara þakka þér Drottinn að þú stýrir þessari bæn og þú þekkir hvert og eitt okkar hérna inni. Það er þú sem veist hvað við þurfum á að halda og ég bara legg alla hérna inn í þína hendur Drottinn. Ég bið að smyrja varir mínar og tungu mína. Ég bið að ég segi eingöngu það sem að þú vilt að ég segi, bið þig að tala í gegnum mig og ég bara bið þig að koma með þinn anda lækningar og anda opinberunar og anda lausnar hérna yfir okkur í kvöld í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andan og þegar þú blæst frá þá finnur þau bara að þú slakar á og sleppir tökunum. Að þú leggur allt í hans hendur. Og við segjum Drottinn, ég kem til þín með einlægt hjarta. Ég kem til þín leitandi, biðjandi og knýjandi og ákallandi. Ég bið að hjálpa mér. Ég bið að opinbera fyrir mér það sem í hjartanu mínu. Og í Jesú nafni lýsi ég því yfir að eftir þessa bæn verður þú efstur í mínu hjarta. Í Jesú nafni. Og ég kem til þín Drottinn. Og ég bið að fyrirgefa öllum skurðgoðum, hjákvuðum og rangri forgangsröðun í hjarta mínu Drottinn Jesús. Í Jesú nafni þá legg ég hjarta mitt í þínar hendur Drottinn og ég þrái að þekkja það betur. Ég bið nánara samfélag við þig og í Jesú nafni bið að taka frá mér og úr hjarta mínu núna allt sem ekki frá þér komið Drottinn. Í Jesú nafni, amen. Ég opna hjarta mitt og hleypi ljósinu inn. Og ég þakka þér fyrir að þú læknar, að þú leysir og þú hreinsar. Í Jesú nafni bið ég Drottinn að opinbera leyndardóma hjarta míns fyrir mér. Og ég bið að sýna mér ef það eitthvað í hjartanu mínu sem ofar en þú. Þá vil ég sjá það núna. Það getur verið að þú sjáir eitthvað eða skynjir eitthvað eða heyrir bara rödd Guðs. Gefðu þér tíma til að hlusta. Og Guð gefur þér líka opinberun og tengingar. Það sem hann sýnir, það sem í hjartanu og hvaða afleiðingar það hefur haft í lífinu eða áhrif. Og ég bið Drottinn að fyrirgefa þessu. Ég fyrirgefa þessu. Ég afhendi þetta allt til þín núna. Í Jesú nafni, takk þetta frá mér.
Í Jesú nafni tek ég ákvörðun að þú Drottinn, að þú Jesús, að þú Guð ert einn efstur í mínu hjarta. Þú ert fremstur, þú ert æðstur. Og ég bið því Drottinn að varðveita hjarta mitt. Ég bið þig að upplýsa sjón hjartans Drottinn í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir. Og nú ætlum við að biðja Guð að lækna hlutverkin innan með okkur þannig að þar sem við höfum mögulega verið með skökk hlutverk eða leggja hlutverk á okkur annað en Guð sem einungis Guð á að gegna í okkar lífi. Í Jesú nafni þá afhendi ég þetta til þín Drottinn og ég bið að lækna þetta. Ég bið að setja það hlutverk sem þú gegnir í mínu lífi á þig núna í Jesú nafni. Þú ert minn Guð. Þú ert læknirinn minn. Þú ert frelsi mitt. Þú ert faðir minn. Þú, Drottinn, ert heilsan mín og heilbrigð mitt. Í Jesú nafni. Þú ert réttlæti mitt. Þú ert friður minn. Þú ert gleðin mín. Þú ert bjargvætturinn minn. Og Jesús, þú ert bjargið mitt. Þú ert lífið mitt. Í Jesú nafni, þú ert öryggi mitt. Og ég festi rætur mínar í þér og þínu ljósi núna í Jesú nafni. Þú, Drottinn, ert næringin mín. Þú ert ljósið mitt. Þú, Drottinn, ert allsnægtir mínar. Og ég þakka þér fyrir allsnægtir sem að þú gefur mér. Þú ert tilgangurinn minn, verkin mín og þú ert líkami minn. Þú ert tilvera mín og athvarf beitt í Jesú nafni. Og ég leita fyrst þín og þíns réttlætis og þíns ríkis með allt í mínu lífi. Og ég fylgi þér af öllu hjarta núna og alla eilífð. Og hjarta mitt snýr að þér. Þú ert hugrekki mitt. Og þú ert lækningin mín og kraftaverkið mitt.
Himneski Faðir, í Jesú nafni, ég kem til þín með einlægt hjarta, en ákveðið hjarta, og ég kný á, ég bið, ég leita og ég færi mig enn nær þér. Og mér langar til að gefa hverju einu hérna inni núna tækifæri. Hvað er það sem að þú vilt knýja á Guð með? Hvað er það sem að þú vilt leita til hans með? Hvaða bæn, efni eða bón viltu leggja til hans og segja nú knýi á, nú kem ég til þín og ég leita þín. Ég mun aldrei gefast upp. Ég ætla að bjóða þér núna að taka kannski 1-2 mínútur til þess að gera þetta persónlega með Guði. Það má vera hvað sem er. Það getur verið lækning, það getur verið fjölskyldumál, það getur verið vinnutengt, eitthvað sem getur verið hvað sem er. Guð segir, ég mun bænheyra þig. Og ég ætla að biðja að styrkja þessa trú í hjartanu þínu núna. Í Jesú nafni trúi ég því að þú bænheyrir mig, Drottinn. Ég trúi því af öllu mínu hjarta, af öllu mínu mætti. Ég bara veit það. Ég bara veit það í hjartanu, í sálinni, í beinunum, í frumunum. Að þú ert þegar búin að gefa mér það sem ég var að biðja núna. Í Jesú nafni. Og það skiptir engu máli hversu stórt eða mikið eða ótrúlegt þetta er. Guð getur allt. Og ég ætla að biðja þig núna að því að Guð segir ef þið biðjið og trúið því að þið hafið þegar öðlast, þá mun það gerast. Bara rétt í lokin ætla ég að biðja að sjá það fyrir þér. Guð er að gefa þér sýn. Það sem þú ert búin að öðlast. Það sem þú varst að biðja um. Og þú sérð þetta fyrir þér í huganum núna. Og þú finnur fyrir tilfinninganum sem að fylgja þig. Hvað sem það er gleði eða undrun eða hlátur eða lífsfylling eða kraftur eða hvað það er. Og ég ætla að biðja að sjá þetta fyrir þér í hugunum núna. Og leyfa þér að finna gleðinni sem fyllir hjartað þitt. Leyfa þér að finna tilhlökkun í hjartanu þínu. Af því að Guð er að bænheyra þig. Takk, Jesús. Takk, himneski Faðir, fyrir að fá mig að þekkja þig betur. Ég er nánara og heilbrigðara og fallegra samfélag við þig, Drottinn. Takk fyrir að hreinsa hjarta okkar, lækna hjarta okkar. Takk fyrir að smyrja varir okkar og tungu þannig að við tölum út lækningu, líf og kraft.
Gefðu okkur fókus þar sem við fókusum á þig og þína dýrð og þitt ljós. Í Jesú nafni. Ég ætla að biðja ykkur núna að ímynda ykkur að þið setið aðra hendinni við hjarta ykkar. Og þið segið uppáttið í hljóði í Jesú nafni. Læknastu. Og finnið hvernig Guð læknar hjarta ykkar. Amen.